Hæ. Mér langaði bara til þess að mála mig í dag og gera það með ykkur. Bara einfalt þægilegt. Ég ætla að byrja á því að nota rakakrem. Þetta heitir Absolute Silk Fluid. Og ég ætla að blanda því við Legendary bronsingelið. Bara til þess að fá smá lit á húðina og næra hana. Ég veit að margir eru heima núna, heima að vinna, jafnvel atvinnulausir, alls konar tilfinningar í gangi og erfiðleikar hjá mörgum. Og ég ætla að hvetja ykkur til þess að gefa ykkur tíma til þess að samt sem áður hafa ykkur til þó þau séu ekki fara neitt. Því að það gerir kraftaverk fyrir andlega heilsu að setja sig í smá stellingar. Allavega hefur make-up alltaf verið svolítið hugleiðsla fyrir mér og einhvern veginn algjörlega langt frá því að vera eitthvað grund. Þvert á móti. Maður feysar daginn öðruvísi og dagurinn feysar mann á betri hátt á móti. Og svo þeir sem eru að fara á Zoom-fundi heima frá sér og vilja kannski líta örlítið betur út heldur en bara þegar við erum nýskriðin úr rúminu. Þá er þetta mjög næs make-up. Nú er komið smá lit og þá ætla ég bara að hafa þetta mega einfalt. Nota heljarapennann. Ég nota gultóna litin rosalega mikið því að eins og þið sjáu það eru svolítið blá undir augunum eins og við margar og mörg. Og ég nota hann hérna í augnkrokinn svona aðeins til þess að lyfta skuggum og virka minna svipinn. Svo er alltaf með smávegis blett eftir bólur og skemmtileg heit sem maður þarf ekki að hylja en er næs að hylja. Og ef við notum bursta þá er gott að bara ýta hyljaranum inn. Ekkert að nudda of mikið, þá missið þið og hylur hann ekki eins vel. En sjáu hversu mikinn mun. Þetta gaf mér alveg 5 tímar svefn í viðbót við það sem ég fékk í nótt. Og ég nota hann oftast líka yfir augnlokin til þess að hylja þessa bláa æðar sem ég var að tala um. Og allt sem er svona gultóna það er akkurat hinum megin á skalanum við bláa litinn. Og nær þess vegna að litaleiðrétta vel. Og ef ég væri ekki að spjalla svona mikið þá tæki þetta bara sirka mínútu. Og það vita nú allir sem þekkja mig að ég er highlighter fíkill og ég ætla að nota þennan núna aðeins. Því ég eiginlega get ekki án highlighters verið. En þetta er algjörlega svona auka stepp. Og ég dúmpa svona rökum förunasvampi og setja efst á kinnpinnin fyrir ofan efri vör, niður nefið og fyrir ofan efsta part augabrúnanna. Og örlítið augnkrokinn. Og nú ætla ég bara að nota raka förunasvampinn aftur með Total Finish púðufarðanum. Og það er bara eini ferðin minn í dag. Sjáu þið.
púðra efst hér af því að við viljum halda í þennan ljóma. En ég nota alltaf Total Finish púðrið undir augun. Sjáu hversu vel það hylur. Hérna versus hérna. Og sest ekki í línunar. Nú ætla ég að taka brúna skrúblíjantinn sem ég nota hvað mest svona dagstaglega og nudd honum bara á milli augnaráranna í hvelli. Svo tek ég lítinn svona busta. Það er líka hægt að taka notarsvampinn á hinum endanum á blýantinum. Og dreifi bara úr, sem sagt, fer ekki yfir alla línuna aftur, heldur svona efsta partinn. Þannig að dreifist svona þessu vorni. Þá er það 38 grömaskurinn. Þið kunnið þetta, farið frá rótum og upp. Nuddið honum alveg niður í rótaugnarána. Ég gleymdi að segja ykkur í síðasta vídeói hvað augnára serumið sem ég er búin að nota heitir. Það heitir Grande Lash MD og fæst í Hagkaup og ég hef alltaf verið með alveg svakalega aumingileg augnhár og þetta gerir kraftaverk. Og svo er þetta líka gott fyrir konur sem mig sem hafa misþyrmdu augabrúnunum á 10. áratugnum. Það er þetta farið að fylla upp í svona skallabletti í augabrúnunum líka. Þannig að ég get 100% mælt með þessu. Ef þið er að fara á fjarfund þá er ekkert úr vegi að ef þið eruð þar að segja fíli make-up þá er sniðugt að eiga svona kaldan tón til þess að skyggja með. Af því að skuggi er aldrei hlýr svona eins og sólapúðrið sem ég var að nota. Hann er yfirleitt, skuggi er yfirleitt svona kaldur. Og mér finnst mjög næs að eiga svona lit. Ég man ekki hvaðan þessi kemur, þessi paletta, en það er hægt að fá þetta víða. Nú fær maður svona smá meiri svip á sig. Svo náttúrulega ekkert must að nota augskugga. Ég fór frá því að ætla að gera svona 5 mínútna make-up yfir í eitthvað aðeins meira af því ég minnst svo gaman. Þegar ég bara fyrirgefa. En Night Sparkle nr. 2 er palettan sem ég er með hérna. Þessir hlýju tónar eru alveg dásamlegir fyrir svona ljósauga. Ég ætla bara að nota millibrúna litin bara eins og það ekki bara rétt hérna í glóbuslínuna. Bara svona til að fá smá definition. Og gott að eiga svona mjúkan stóran busta. Og svo nota ég aftur þennan pencil brush, heitir þetta. Og nota skuggan örlítið hérna í miðjuna. Og ef þið eru ekkert svakalega öruggar með að nota blýant, þá er alltaf hægt að nota svona mjóan pensil og dýfa í dekksta litin. Og fara upp við augnárin. Þannig. Svo er það ein af uppáhaldssnyrtivörunum mínum frá Sensai. Það er þessi stubbur. Það er bara stjast svart og hvítu. Hvað ég er búin að nota hann mikið. Þetta er nude liturinn. Ég ætla að sýna ykkur bara aðeins munina því ég nota Stunning Nude og Classy Rose til skiptis.
Njúdliturinn aðeins svona brúnni. Og nú ég að nota Classy Rose. Hann aðeins bleikari. Og svo það bara comfort zone mitt sem þessi. Og það eiginlega ekki hægt að skrúa hann upp lengur því að hann bara basically búinn. En þetta myndi ég segja, uppáhalds og aðliturinn minn allra tíma. Susura Nude frá Sensai. Nú ég bara að nota hann með penslinum aftan á varablýantinum svo ég nái síðustu umferðinni úr honum. Og hvað smá blush fyrst við erum hérna? Ég að spá að nota lit nr. 2. Setja hann svolítið hátt upp hérna. Þá held ég sé bara að verða svolítið fín og líður miklu betur eftir þessa þerapíu, make-up þerapíu. En ég ætla að láta þetta gott heita í dag. Takk kærlega fyrir að horfa og vera með mér. Endilega eins og vanalega látið mig vita ef það verið neðan ef það eitthvað sérstakt sem ykkur langar til þess að sjá frá mér eða læra. Og ég þakka bara innilega góðar viðtökur. Bless í bili.